glæsilegt. Við erum svo heppin að í kvöld það barna og unglingagospelkór Lindakirkju sem ætla að leiða sönginn í kvöld en þið takja sjálfsögðu undir þegar við á. Og kórunum stjórna það Áslaug Helga Hálfdónsdóttir og Hjördís Anna Matthíasdóttir. Áður en lengra haldið, þá langar mig að bjóða hann séra Guðmund Karl, sóknarprestin okkar, að koma inn upp og segja okkur frá málverkasýningunni sem hangir hérna frammi. Já, komið sæl. Það var svona niðurstaðan að ég segði sjálfur frá þessu. Þannig að ég var í myndlistarnámi út í Flórens á Ítalíu síðasta vetur og ætlaði nú ekkert að vera að sýna þessi málverk opinberlega en það var ýmsir úr söfnuðinni sagt við mig að ég verði að leyfa fólki að sjá hvað ég var að dunda mér og þessar myndir hanga hérna frammi og að gera staldra við og fá sér kaffisopa eða eitthvað annað eftir messu og skoða og það má alveg spurja mig út í hlutina ef að ég verði þarna á vappi. En aðalástæðan fyrir ég komin hingað samt það sem gerist í hádeginu á fimmtudaginn. Þá verðum við með söfnunartónleika fyrir lyftinu okkar sem að vonandi kemur á næsta ári. Það hefur allavega gengið nokkuð vel að safna þó að hafi tekið nokkur ár. Það svona nú þegar komið svona 7,5 milljón eitthvað svoleiðis upp í kostnaðinn og við ætlum að bæta betur á fimmtudaginn. Þá verða hér glæsilegir hádegistónleikar og það verður Bubbi Mortens, Katrín Halldóra, það verður, veitu hvað að gerast? Það enginn að horfa á mig allt í hennu, allir að horfa eitthvað upp í loftið. Og þið sjáu þessa glæsilegu flytjendur þarna, það María Ólafsdóttir og Ragnheiður Gröndal, Katrín Halldóra og Matti Matt, Sigurður Ingimarsson, en bæði María og Sigurður í kór Lindakirkju og að sjálfsögðu maður sem situr við píanóið, snillingurinn sjálfur Óskar Einarsson, hann tónlistarstjóri tónleikana. Þetta aðeins 5.900 og þetta verður alveg þétt og góð dagskrá. Þið fáið ekkert allt þetta fólk fyrir þennan pening neðstar annars staðar. Það sagði við mig maður, býttu hvað í gangi? Þetta eins og ásatíð og Deloitte eða eitthvað. En það nefnilega málið. Þannig að endilega komið þið og það hægt að kaupa miða á lindakirkja.is og styðji það að við getum lyft okkur upp í hæstu hæðir og niður í kjallara. Það sem þessi frábæra aðstaða fyrir barna- og unglingastarf sem við viljum að sem flestir njóti. Takk fyrir. Já, en ég ætla að lesa fyrir ykkur vers vikunar. Það úr 1. Jóhannesarbréfi og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn og systur. Að við skulum nú hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman bænavert til Guð Faðir. Við segjum nú að Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Ég var víst beðinn að kynna næsta lag. Áslaug vildi það. Það var þannig að ég byrjaði 12 ára gamall að spila í sundarskóla á Akureyri í Hjálparsveitunum og misti ekki úr eitt sunnudag held ég þá ég var 23 ára gamall. Þá flutti ég suður. Pabbi sá þetta og mamma sá sundarskólan og ég var alltaf að spila. En svo einu sinni á ári var alltaf haldin krakkavika og þá voru alltaf samkomur eða krakkafundir í seinnipartana, mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag og tróðfullt alltaf út úr dyrum og það var alltaf eitthvað lag sem var svona þemalag og svo sagði einn tíðan pabbi við mig og mamma getur ekki þú svo mikið músikant, ég var 18 ára, getur ekki samið eitthvað lag sjálfur og ég sagði, jú, ekkert mál og svo náttúrulega kom aðeins og þetta átti að byrja daginn eftir og ég var ekki búinn að semja lagið. Þannig að ég samdi eitt lag í kvelli bara, mjög einfalt og það var kennt. Ég kendi það á þessu krakkakvöldum, fundum og
Svo hefur þetta ekki verið sungið síðan þá og ég sem sagt orðinn 58 ára og ég var 18 ára, þannig að það svolítið mörg ár. Hvað það, Áslaug? 30. Nei. Og þetta einmitt dánardagur mömmu í dag fyrir 4 árum að blessuð sé minning hennar í dag, 19. október. Þannig að hugsa til hennar og við ætlum að syngja þetta núna saman. Þetta heitir Jesús elskar, Jesús kemur og Jesús lifir. Ekki? Og krakkarnir voru svo fljóta að læra þetta, stórkostlegir krakkar. Þetta alveg stórgott lag, Óskar. Ég held við ættum að fá að heyra það oftar, það ekki? Látum ekki líða 40 ára aftur. Heyrðu, þá það miskunnabænin. Drottin miskunna þvós. Kristur miskunna þvós. Drottin miskunna þvós. Heyrðu, í staðinn fyrir hennar hefðbundna dýrðarsöng, þá fáum við dýrasöng sem heitir Lofgjörð dýrana, það ekki? Þarf að standa á meðan eða má sitja? Nei, hann má bara sitja og vera róleg og njóta. Já, gjörðu þið svo vel. Og ef ég væri fiskur í sjó,
Glæsilegt. Heyrðu, þá ætla ég að bjóða 3 hérna stúlkur úr unglingagospelkór að koma og lesa fyrir okkur fyrri ritningalesturinn sem eru boðorðin 10 í fullri lengd. Bara gjörið þið svo vel. Fyrri ritningalestur úr annarri Mósebók. Drottinn mælti öll þessi orð. Ég drottinn, Guð þinn, sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þér líkneski, né neina eftirlíkingu af því sem á himnum uppi, eða því sem á jörðu niðri, eða í hafinu undir jörðinni. Þú skalt hvorki falla fyrir þeim, né dýrka þau, því að ég, drottinn Guð þinn, vandlátur Guð og refsa niðjum í 3. og 4. lið fyrir sagt feðra þeirra sem hata mig, en sýni kærleika 1000 þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðs þíns við hégóma, því að drottinn mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Þú skalt vinna 6 daga og sinna öllum verkum þínum, en 7. dagurinn hvíldardagur drottins Guðs þíns. Þá skaltu ekkert verk vinna, hvorki þú sjálfur, né sonur þinn, eða dóttir þín, þræll þinn, né ambátt, eða skepnur þínar, eða aðkomumaðurinn sem fær að búa innan borgarhliða þinna. Því að á 6 dögum gerir drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því en hvíldist 7. daginn. Þess vegna blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Heiðra föður þinn og móður, svo þú verðir langlífur í landinu sem drottinn, Guð þinn, gefur þér. Þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum, þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þræl hans eða ambátt, uxa hans eða asna, eða nokkuð það sem náungi þinn á. Þannig hljóðar hið heila orð. Þú gafst mér, Jesús, gleði og frið, ég gat sem bar þig talað við og sorgin aldrei yfði sálu mína. Tilveran var traust og hlýð, tært var loftið hvergi ský og tilvalið að hrópa halleluja. Halleluja,
Glæsilegt og þá það, já, síðari ritningalesturinn. Síðari ritningalestur úr 1. Kórintubréfi. Ávallt þakka ég Guði mínum fyrir ykkur. Hann hefur veitt ykkur náð sína í Kristi Jesú. Hann hefur auðgað ykkur á allan hátt svo að þið búið yfir allri mælsku og allri þekkingu. Vitnisburðurinn Krist líka staðfestur orðinn á meðal ykkar, svo að ykkar brestur ekki neina náðargjöf meðan þið væntið opinberunar drottins vors Jesú Krists. Hann mun einnig styrkja ykkur allt til enda og gera ykkur óaðfinnanleg á degi drottins vors Jesú Krists. Trúr Guð sem hefur kallað ykkur til samfélags við son sinn Jesú Krist. Drottin vorn. Þannig hljóðar hið heila orð.
Fyrir þá meiti sem við auðvelt með rísa fætur og við heyrum heilagt Guðspjall. Þá kom til Jesú og fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðaskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hvert er æðst allra boðorða? Jesús svaraði, æðst er þetta. Heyr Ísrael, drottinn Guð vor, hann einn er drottinn. Og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað er þessu meira. Fræðimaðurinn sagði þá við Jesú, rétt er það meistari, satt segir þú. Einn er Guð og enginn er Guð annar en hann. Og að elska hann af öllu hjarta, öllum skilningi og öllum mætti og elska náungan eins og sjálfan sig, það er öllum brennifórnum og sláturfórnum meira. Jesús sá að hann svaraði vitulega og sagði við hann, þú ert ekki fjarri Guðs ríki. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lofsið til Kristur. Og við skulum standa áfram og játa saman trún okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprísu mannsins og eilíft líf. Amen. Þið megið fá okkur sæti. Sjálfsjó
glæsilegt, takk fyrir. Það vantar ekki hæfileikana í þessari kirkju. Herðu, náðs með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Í lífinu eru fullt af reglum, það ekki, sem við þurfum að fara eftir. Eins og til dæmis umferðarreglunar. En umferðarreglunar eru eins og flesta reglur til þess að passa upp á öryggi okkar. Það færi nú ekki vel ef við myndum öll fara að keyra yfir á rauðu, eða það. Og Guð gaf okkur boðorðin 10 til þess að hjálpa okkur að lifa í sátt og samlyndi við hann og hvert annað. Og við byrjum bara strax á leikskólaaldri að læra þessar reglur. Eða ekki, til dæmis að við megum ekki rífa dót af öðrum. Að því við viljum ekki láta rífa dót af okkur sem við erum að leika með. Og ég man þegar ég var yngri, þá fannst mér sumar reglur alveg hundleiðilegar og ósanngjarnar. Bara eins og útivistartími og háttatími. En svo áttaði mig á því þegar ég varð eldri og eignaði sjálf börn að þessar reglur voru til þess að ég og önnur börn fengjum nægan svefn, sem mjög mikilvægt þegar maður að stækka. Svo eru allar þessar reglur sem eru í Biblíunni. Jesús, hann einfaldar þetta fyrir okkur. Og hann segir að ef við elskum Guð og hvert annað, þá erum við raun að fylgja öllum sem reglum. Guð segir að hann vill að við elskum hann af öllu hjarta. Og hvernig gerum við það? Er þið með einhverja hugmynd? Hvernig elskum við Guð af öllu hjarta? Til dæmis með því að tala við hann þegar við erum að biðja bænar okkar. Syngja fyrir hann eins og þið eru búin að gera í kvöld. Treysta honum þegar við erum hrædd. Er einhver hérna inni sem myrkfælinn? Ég var rosalega myrkfælinn sem barn og alltaf kallaði mömmu og hoppaði upp í á tíu að tvítu held ég. En mamma sagði alltaf við mig, ertu búin að biðja bæna þinnar? Og þegar ég gerði það og fór aftur bara með bæna mínar og hún sagði farið bara aftur og aftur og aftur. Og það virkaði alltaf. Það róaði mig og á endanum sofnaði ég. Þannig að þegar við erum hrædd eða myrkfælinn, þá megum við tala við Guð og biðja hann að hjálpa okkur að fá ró. Það er bara svoleiðis. Af því Guð, hann er svona eins og góður vinur. Hann vill vera með okkur alla daga og hann vill okkur líði vel. En svo segir hann líka við eigum að elska hvert annað. Og hvernig förum við nú best að því? Með því að vera góð við hvort annað, að það ekki? Og brosa og segja falleg orð við hvert annað og hrósa. Hjálpa þeim sem eiga erfitt til dæmis. Og svo er svo margt fleira. En tókuðu eftir því að Jesús segir að við eigum að elska náungan eins og okkur sjálf. Tókuðu eftir því. Og það þýðir að við eigum að elska hvert annað en við eigum líka að elska okkur sjálf. Og það er rosalega mikilvægt líka. Að því að við erum öll hérna inni, við erum dýrmæt sköpun Guðs. Guð skapa okkur öll bara nákvæmlega eins og hann vildi hafa okkur. Og hann gaf okkur öllum fullt af gjöfum. Alls konar ólíkum gjöfum, hæfileikum og styrkleikum. Sum okkar, eins og mörg þið hérna inni, fengu gjöfina að geta sungið vel. Þú líka. Ekki allir, ekki ég, en ég hef eitthvað annað. Sumir fengu gjöfina að geta mála fallegar myndir, eins og Gummi Kalli, getur skoðað þá eftir. Sumir geta spilað píanó. Svo eru sumir kannski rosalega góði bara að tala við fólk, kennarar, eða bara flinkir í sinni vinnu. Þegar við fengum alls konar ólíka gjafir sem Guð vill að við leggjum rækt við. Til að vera nota þessar gjafir okkur sjálfum og öðrum til blessunar og Guði til dýrðar. Munið hvernig gullna reglan er sem Jesús kenndi okkur.
Já, sumir kunna hana. Ég ætla að rifja það upp fyrir það sem eru búin að gleyma. Jesús sagði, allt sem þér vilja aðrir menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gera. Eða með öðrum orðum, við getum líka bara sagt, komdu fram við aðra eins og þú vilt að aðri komi fram við þig. Og ég held allavega að heimurinn væri miklu betri ef við myndum öll fara eftir þessa reglu. Haldið þið það ekki? Já, ég held það. Þannig að, ég held að það sé rosa gott bara við minnum okkur regla á þessa gullnu reglu. Og hvernig viljum við láta koma fram við okkur? Viljum við ekki öll að það komi vel fram við okkur? Er það ekki? Finnst ykkur gott að fá hrós? Já, mér líka. Þess vegna hefur við kannski líka hrósa öðrum þegar við tökum eftir ykkur sem þau gera vel. Svo viljum við líka okkur sem sín kurteisi og virðing. Þannig við verðum að sína öðrum kurteisi og virðingu. Og svo viljum við öll eiga vinir, það ekki, og fá að vera með. Er það ekki? Já. Þannig að þá ættum við að líka bjóða öðrum að vera með að við sjáum eitthvað sem er út undan. En eigum við öll, bæði börn og fullorðnir, að vanda okkur alveg sérstaklega næstu daga að fylgja gullnu reglunni og koma fram við aðri svo ég vil láta koma fram við okkur. Eigum að segja þetta einu sinni öll saman. Komdu fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig. Nákvæmlega vel gert. Þá segir bara dýrið sig Guði Föður og Syni og Heilugum Anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Og þá ætlum við að fá að heyra lagið Því svo elskaði Guð heiminn. Það var bara allir með.
Þá er komið að bænastund og við höfum þann háttin á hér í Lindakirkju að á meðan að kórinn syngur fallegt lag að þá eigum við bara hvert og eitt hljóðastund þar sem við berum fram þær bænir sem okkur hvíla bara í hljóður í bæn. Og svo vil ég líka benda á bænaaltari hérna aftast, það er líka hægt að skrifa bænaefni á miða og stinga í raufina á altarinu og er beðið fyrir öllum bænarefnum hérna 15 smotnum og svo er hægt að kveikja á kertum fyrir bænarefnum líka. Ég heiti Ármey. Góði Guð, viltu reyna að láta hætta að koma fleiri stríð og getur þú látið fólk eða góðan stað til að búa á og getur þú gefið fólki góða heilsu. Amen. Ég heiti Þórunn Embla. Góði Guð, takk fyrir að þú ert með okkur hér í messunni og takk fyrir að það er messa. Takk fyrir að barna- og unglingakórinn fær að vera með hérna í messunni. Takk fyrir að Ísland er friðsælt og frjálst land. Ég vil biðja fyrir fólki sem eru með krabbamein og líka fólki sem eru að glíma við eitthvað erfitt. Ég vil biðja fyrir öllum löndum sem eru að lenda í stríði, sérstaklega Palestínu og Úkraínu. Og ég vil líka bara biðja fyrir öllum í messunni og seinast bara takk fyrir allt. Amen. Ég heiti Signý. Góði Guð, viltu blessa alla hérna inni og fjölskyldu þeirra og vini. Viltu blessa alla þá sem eru í stríði eða eru veikir og alla þá sem er erfitt. Takk fyrir að við búum í friðsælu landi og við höfum tækifæri til að fara í kirkju. Amen. Góði Guð, mikið vildi ég að allir geta farið saddir að sofa á hlýjum og öruggum stað. Amen. Góði Guð, viltu sjá til þess að allir fái hús og skjól og nóga mat og fötum. Amen. Góði Guð, takk fyrir lífið, kærleikann og styrkinn sem þú veitir okkur á hverjum degi.
Takk fyrir að hjálpa fólki sem sorgmætt og erfitt með því að veita þeim von. Amen. Góði Guð, hjálpað okkur að hjálpa öðrum. Hvort sem það að vera til staðar, sýna samúð eða einfaldlega vera í nærveru annarra. Hjálpað okkur að mæta öðrum, að kynnast og að elska. Vertu með okkur í öllum samskiptum sem við eigum og hjálpað okkur að vinna úr ágreiningi þegar þess þarf. Amen. Kæri Guð, við biðjum þig fyrir öllum sem finna fyrir einmanaleika, fyrir þá sem sitja í þögn og sakna radda, hlátra og hlýju. Fyrir þá sem líða eins og enginn sjái þá eða muni eftir þeim. Vertu með þeim, Guð, fylltu hjörtu þeirra með friði þínum og nærveru. Láttu ljós kærleikans þíns lýsa í myrkrinu og minna það á að þeir eru aldrei sannarlega einir. Sendu þeim vini, orð, augnablik og von sem bera hlýju og tengingu inn í dag þeirra. Kendu okkur öllum að sjá hvert annað, að hlusta, að deila og að vera náungar í þínum anda. Amen. Já, takk góði Guð fyrir að þú heyrir allar þessar bænir og þú þekkir allt það sem hvílir á okkur og þú veist hvað við erum að gangi gegnum hvert og eitt. Og allar bænir okkar fel við þeirri bæn sem Drottinn kenndi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá fer að líða lokum hjá okkur og mig langar að bjóða ykkur að rísa fætur og þiggja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásýn og lýsa yfir þig og sé þér náðugur og Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Jesú blessaða nafni. Amen. En tillið ykkur svo endilega aftur að við eigum eftir að fá smá hérna í lokin. Og ef ykkur finnst gaman, að þá getið þið alveg prófað að klappa upp og við sjáum hvað gerist. Amen.
Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. He taught me how. Oh, he taught me how to watch, to fight and pray. And he taught me how to live rejoicing. Yes, he did. Oh, yeah. Every day. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, He taught me how. Oh, He taught me how to fight and pray. Ooh, rejoicing every day. Every day. Oh, what a happy day. Ooh, it's such a happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, what a happy day. Oh, it's such a happy day. Oh, happy day. Dásamlegt. Mikið búið að vera gaman í kvöld, er það ekki? Og þvílíkir hæfileikar sem við höfum hérna í einni kirkju. Þetta er bara ótrúlegt. Takk fyrir að koma og ég ætla ekki alltaf að vera að orðleggja þetta, ég ætla bara að kveðja ykkur eins og venjulega og ég segi við förum í friði og þjónum Drottni með gleði.